Komið sæl og velkomin í vegvarp vegagerðarinnar. Þessu sinni þá ætlum við að fjalla aðeins vegagerð á sunnanverðum Vestfjörðum sem hafa verið í gangi langt árabil og eiga svolítið eftir ennþá. En það sem sagt, það sem við ætlum helst að ræða er vegagerð í Gufudalssveit eða sem oft hefur verið kennd við þann fræga Teigsskóg. Þessi vegagerð á sér mjög langa sögu og við ætlum aðeins að fara yfir forsöguna og eins svo sem hvað er að gerast núna og hvenær við megum sjá fyrir endan á þessum framkvæmdum og hvenær fólk getur farið að keyra alla þessa leið á góðu bundnu slitlagi. Til þess að ræða þau mál eru komin hingað þeir Guðmundur Valur Guðmundsson og Magnús Valur Jóhannsson sem eru framkvæmdastjóri hjá vegagerðinni og Sigurþór Guðmundsson sem er verkefnisstjóri þessa verkefnis eins og það er unnið núna. En forsagan, Magnús Valur, þú ætlar að byrja að segja okkur aðeins frá því hvað þetta á sér ansi langa sögu þessi vegagerð. Já, þetta á sér náttúrulega býsna langa sögu, kannski því miður. En það var nú kannski eiginlega þannig að upp úr aldamótunum 2000 er farið að horfa til sunnanverðra Vestfjarða sem að vegakerfið náttúrulega var mjög lélegt, malavegir fyrst og fremst og svona veginni börnsins tíma en það er þarna og hugmyndin var í sjálfu sér svo að hefjast handa á þessari vegferð í Gufudalssveitinni. Þannig að vegagerðin sem er að byrja núna, það átti að byrja þar fyrir... Átti að byrja þar? Já, fyrir 20 árum eða svo. Svo maður kannski nefni það, þar voru kannski frá því sem búið var að gera voru þarna tveir mestu flöskuhálsarnir á leiðinni, það er að segja vegur yfir Hjallaháls og Ódrjúgsháls. En það er sem sagt þarna, já 2003 að þá eru semst, það er eiginlega, þá hefst þetta ferli kannski formlega og það er lagt fram drög að massaáætlun. Og síðan við erum náttúrulega að vinna með þá tiltölulega ný lögum matarumhverfisáhrifum og síðan 2005 er sem sagt eiginleg matsskýrsla lögð fram til Skipulagsstofnunar. Og þar var þessi áfanga, eða sem sagt Gufudalssveitin skipt upp í eiginlega 3 áfanga í þessari skýrslu. Fyrsti áfangi var þá þverun Þorskafjarðar getur við sagt. Áfangi 2, eins og hétt í þessu, var þá leiðin frá Þórisstöðum og yfir á Skálanes, eða Melanes eins og það heitir þarna. Og þriðji áfangi var sem sagt þá framhald inn Kollafjörðinn að Vestavörðu. Já, eins og sést kannski á kortinu hérna, það er bláa línan sem við erum að horfa á að hluta til og svo þarna fyrir Skálanesi lengst til vinstri. Já, það er eins og Kollafjörðinn þarna lengst til vinstri. Nú, og á þessum öðrum áfanga það er að segja, við tölum nú bara Teigsskógsleiðina, þetta er nú eiginlega orðið sem að flestir nota yfir þetta, að þá voru samt 3 valkostir á þessu stigi. Það var sem sagt leiðin Teigsskóg, sem sagt frá Þórisstöðum út á Skálanes með þverun á Djúpafirði og Gufufirði. Og svo var leið sem var kölluð C-leið og hún var þá yfir Hjallahálsinn og út Djúpafjörðinn að Vestanverðu og svo leið sem kölluð var D sem var eiginlega á sömu slóðum og núverandi vegur, bara nýr vegur yfir Hjallaháls og Ódrjúgshálsinn. Og 2006 kemur síðan úrskurður Skipulagsstofnunar og hann var á þann veg að sem sagt áfangi 1, það er að segja þverun Þorskafjarðar, var fallist á hann og áfanga 3, þarna inn Kollafjörðinn, hann fallist á hann. En eingöngu fallist á leið D í þessum öðrum áfanga, það er að segja, og þetta er sem sagt leið D er Teigsskógsleiðin. Nú vegagerðin kærði þennan úrskurð til umhverfisráðherra, það var sem sagt leiðin sem hægt var að fara. Og svo höfum nú langa sögu stutta þá umhverfisráðherra hann sem sagt fellst á það að heimila leið Teigsskóg. Og meðal annars á grundvelli þess að hún væri öruggasta leiðin þarna yfir.
og það var náttúrulega eins og við manni mælt að þessi úrskurðarráðherra var kærður undir eins og fór síðan fyrir héraðsdóm og að lokum fyrir Hæstarétt sem að það var árið 2009 og hann úrskurðar sem sagt að það að heimila þessa leið eins og umhverfisráðherra hafi gert væri ekki löglegt. Þannig að þá var þetta komið í svona dílemmu og alveg á árunum eftir það og fram til, eftir það eru náttúrulega komnar á stað einhverjar vangaveltur það hvernig við getum þá leyst úr þessu máli og allt það og þetta var mjög viðkvæmt lokalt og landsvísu að mjög umdeilt mál. En til þess að þar sem að mikið þarf að fyrir úrbætur á þessari leið og þá farið, þá eiginlega einblínir við ekki ná það bara að fara í verkefni þarna sem eru vestan við Gufudalssveitina. Og það var þá, var nú kallað þver á Þingmanná, það er að segja úr Kjálkafirði yfir í Vatnsfjörð. Og síðan áttum við þarna bútum Skálanesið sem við gátum tekið því hann hafði fallið undir hennan svo kallaða þriðja áfanga í umhverfismatinu. Það var reyndar stuttukafli og síðan Eiði þverá, það er að segja þverjun á frá Eiðinni Mjóafjörð og Kjálkafjörð. Já, það fyrir að rúglæst í fyrir. Það er erfitt að muna nöfnum öllum sem fjörðum þarna fyrir vestan. Þannig að það var, en síðan þá eiginlega 2012 erum við svona komin í, þá erum við búið með þessar framkvæmdir. En ef við horfum á sunnanverða Vestfirði í heild að þá þetta verkefni að leggja veg þá eiginlega frá Reykhólasveit eða frá Þorskafirði og alla leið að Vatnsfirði er að klárast fyrir utan hennan bút. Já, eða frá, sem sagt, hvað maður að segja, frá Gufufirði og vestur úr. Þannig að við komum með fullbúin veg, alla leið vestur í Patreksfjörð og Hugmyndin er náttúrulega að tengja þessa þéttbýlisstaði við og þá er bara árið Gufudalssveitin eftir og þá er nú farið af stað, þarna þetta er 2012 og þá leggur Vegagerðin fram sem sagt drög að nýrri massaáætlun og er þá ekki með Teigsskógsleiðina inni sem sagt. En þá er nú fann að tala jarðgöng undir Hjallaháls og það voru þarna þá þrjár leiðir, maður rétt sem að voru inni en sú sem að var nú kannski líklegust var þá þessi leiði undir Hjallaháls sem í jarðgöngum. En þá er áfram farið yfir Ótrusáls. Og áfram yfir Ótrusáls með auðvitað nýjum og góðum vegi út af fyrir sig. En það kom mjög, þannig að umhverfið brást mjög harkalega við því, menn kannski náttúrulega ljóst að jarðgangaleiðin mun dýrari heldur en að fara svona hefðbundna vegagerð. Og þannig að sérstaklega sveitarfélögin hérna á vestanverðu, Patreksfirði og Tálknafirði og þannig að þá fer Vegagerðin enn og aftur og 2013 leggjum við enn nýja massaáætlun og þá tökum við svona lítillega breytta Teigsskógsleið inn. Skipulagsstofnun hafnaði henni á grundvelli bara fyrri úrskurðar og áfram höldum við hafa langað svo mjög stutta að enn eina massaáætlunina með og þá var nú búin að bæta við þó nokkrum möguleikum inn í umhverfismatið sem að geti rétt að fara nákvæmlega út í. En Skipulagsstofnun hafnaði nú þessari leið sem við lögðum fram en fljótlega kemur svona kannski fyrirheitum og þar sé orðið möguleiki á að endurtaka upphaflega matið á grundvelli breyttra forsendna. Og það heimilar sem Skipulagsstofnun þarna 2015 og þá förum við í að gera nýja
massáallun og maður skýrslu og nú finnur Guðmundur Valur að þekkja framhaldið betur. Já, en þarna endurupptakan er gerð á grundvelli þess að það eru komin ný lög meðan allt hitt var á grundvelli eldri laga og það sem breytingin er svo að Skipulagsstofnun veitir álit í nýju lögunum en úrskurðaði áður. Já, það má ekki segja að það er orðin svona aðeins eðlisbreyting á því að skipulagsvaldið er svolítið komið til sveitarfélagana þarna sem var áður hjá Skipulagsstofnun og það breytir þá kannski aðeins málinu. Guðmundur Valur, hvað gerist svo? Já, og náttúrulega hluta sem Magnús nefnir náttúrulega er þessi að það verið endurskoða leiðina í gegnum Teigsskóg. Þetta er ekki sama vegagerð og var fyrirhugað 2004 til 2008 skilur. Heldur er þetta búið að betur bæta og minnka umhverfisáhrif og það sem áhrif á skólendu og ýmislegt fleira það sem er búið að endur nýja leiðin og á þeim forsendum líka fallast menn á það að skoða leiðina betur og aftur. Já, það var nú eiginlega held ég aðalforsendan sko. En nýju lögin þýddu það að meðhöndlunin er aðeins önnur sko. En hvað gerir svo? Björn var nú ekki unnið með því. Nei, þetta er í svona ferli við mat- og umhverfisáhrif náttúrulega verið að skoða fjölmarga valkosti og eins og alltaf hafi ekki verið alltaf 5 valkostir eða veglínur sem voru til skoðunar og voru metað umhverfisáhrif fyrir til þess að geta séð bara með óhyggjandi hætti að sé búið að skoða alla hluti til þess að hann sé hægt að velja leið sem er þá mætir svona helstu sjónarmiðum. Þetta er nú vegurinn í dag er ekki rúmlega 50 km, semst malarvegurinn. Þannig að eins og leiðin er sýnd núna með Teigsskógsleið þá er við að stytta rúma 20 km, 22 km ef maður rétt. Það er svona riðgað í tölunum, en af þeirri stærðargráðu sem er styttingin. Og á forsendum matsvinnunar skilur að þá er lagður til að fara þess að vegagerð Teigsskóg og háleið og sem byggist á því að hún sé mesta umferðaröryggi af þeim leiðum sem eru. Eiginlega allar leiðirnar fara verndarsvæði, má segja, hvort sem er jarðgöng eða aðrar útgáfur af þverinum, alls staðar er þetta að fara yfir einhvers konar verndarsvæði. Þannig að og megin forsendan hjá vegagerðinni í þessari leiðavali var kannski að það þarf að vera brýn nauðsyn til að raska slíkum svæðum og það byggist á því að það er bæði umferðaröryggið og svo er þá kostnaður líka og tímasetning framkvæmda sem hefur áhrif á það að menn telja að sé forsvaranlegt að raska vernduðum svæðum fyrir vegagerð. En þegar þarna komið þá vill Reykhólarhreppur sem er sveitarfélagið þarna á staðnum fara aðra leið? Já, niðurstaða ferlinu 2017 til 2018 er að sveitarstjórnin ákveður að fara leið Teigsskóg og Skipulagsstofnun fellst á það og það er samþykkt að auglýsa. Það verða sveitarstjórnarkosningar vorið 2018 og ný sveitarstjórn tekur málið til skoðunar aftur í staðinn fyrir að halda bara beint áfram sem ég held að hafa bara mjög jákvætt fyrir verkefnið í raun sjálfur sér. Að þeir taka og endurmeta á sínum forsendum að fara í greiningu aðeins á það hvaða er þetta virkilega rétta leiðin sem að síðasta sveitarstjórn ákvað að velja nú í skipulag og það er farin í ákveðin vinna sem tekur 6-9 mánuði í valkostagreiningu sem var runnin fyrir sveitarfélagið með óháðum ráðgjöfum eða sem runnin fyrir sveitarfélagið sem vegagerðin sem kom að. Þannig að en það ferli veldur því svo að nýja sveitarstjórnin hún ákveður hann í byrjun árs 2019 að staðfesta fyrir ákveðnum sveitarstjórna. Þannig að það var komið samþykki 2 sveitarstjórna fyrir þessari veglínu og að setja hann á skipulag sem ég held að hafi í raun styrkt ferlið í framhaldinu fyrir okkur. Þannig að þá er loksins hægt að fara að vinna? Já, og við byggjum ekki veginn ef við séum á skipulagi og við erum háðið framkvæmdaleyfum frá sveitarfélaginu og unnið þétt með því í öllu þessu ferli, bæði á Magnúsi og í fyrra ferlinu og svo núna síðustu árin er að sveitarfélagið gefur út framkvæmdaleyfi og við þurfum að vinna því en að við byrjum ekki vegagerðina fyrir að við erum komin með slíkt. Það var náttúrulega svo kært, það er bara réttur aðalega til að kæra framkvæmdaleyfi og
Þannig að það ferli tekur þarna, já, rúmt ár kannski frá því að það er búið að staðfesta endanlega skipulag, við sækjum framkvæmdaleyfi leið og skipulagið er staðfest, en svo er lögð fram kæra á framkvæmdaleyfi sem kæra til á sveitarfélagið fyrir að hafa veitt framkvæmdaleyfið og svo málsmeðferð tók einhverja 6 til 9 mánuði rétt, sem lauk þá 1. október 2020. Þannig að þessi ferill frá 2003 til 2020? Já, má alveg segja það, og það sem við vorum að vinna að, jafnhliða náttúrulega vorum við að undirbúa framkvæmdir og framkvæmdir þannig að við náðum, framkvæmdarleyfi að gefa út líklega sumarið 2020, þannig að við auglýstum fyrstu útboð strax í framhald af því raun og veru og svo biðum við með að hefja, þannig að haustið 2020 þá var endanlegur úrskurður nefndar umhverfis- og auðlindamála, skipulags- og byggingamála heitir það, ekki. Sigurþór, ef þú kannski ferð aðeins í gegnum með okkur hvað er búið að vera að gera núna þá undanfarin misseri og hvað er framundan, við getum fengið kortið upp aftur. Já, kannski byrja á því að var ekki sótt framkvæmdaleyfið í lok árs 2019 og svo kemur niðurstaða út af því 2020. Leið og framkvæmdaleyfið kemur og þá byrjum við að vinna því að bjóða út, taka fyrir kafla, en síðan er kæra og það var kraf stöðvun framkvæmda. Úrskurðarnefndin leyfði samt ákveðnar framkvæmdir, leyfði okkur að eftir að við lögðum fram plan að áfangaskiptingu að taka fyrir Gufudalsveginn sem er núverandi Vestfjarðavegur og verður síðan sérst í Gufufirði. Sem við sjáum sem ljósblái vegurinn til vinstri. Já, og það er sérst að við fáum leyfi til þess að byggja hann upp og laga. Þar var hluti af þeirri framkvæmd var 1,2 kilometrar var líka núverandi Vestfjarðavegur. Og við byrjum strax á þessu sumarið. Við fáum einnig leyfi til þess að fara og undirbúa þverun Þorskafjarðar og förum í það. Þannig að það er svona byrjun á þessu. Síðan eftir að úrskurðurinn fellur og kæran ekki tekið til greina þá höldum við áfram og förum að undirbúa framkvæmdir í svona sjálfum Teigsskóginum. Þar þurftum við að fara náttúrulega ítalsverða vinnu. Það er bæði í þessu ferli öllu saman er búið að setja fram ýmsar kröfur náttúruvernd, skoðun náttúrunnar og eftirfylgni. Þannig að við fórum í það að gera vöktunaráætlun með Náttúrustofu Vestfjarða og gera samning við þá að fylgja eftir þeim ákvæðum og þeim skilyrðum sem eru til dæmis í framkvæmdaleyfinu. Og einnig við Hafrannsóknastofnun að kanna lífríki í fjörðunum eða fylgjast með því yfir framkvæmdatímann líka. Þannig að og síðan þurftum við að fara í ákveðnar fornleifarannsóknir og við þurftum að komast skóginn og byrjuðum á því að fella tré í veglínunni. Kannski rétt að koma inn á þarna að þegar að framkvæmdaleyfið er kært og síðan sá úrskurður felldur niður, eða fellur úrskurður að það sé ekki tekið til greina, að þá átti náttúrulega eftir að vinna og semja við landeigendur á svæðinu. Þannig að það var líka í þessu ferli að reyna að ná samkomulagi framkvæmdina og landsvæði undir veginn. Og það gekk svona ágætlega. Og í framhaldinu var farið að vinna í skóginum að skoða veglínuna með tilliti til fornleifa, bora, gera könnunarholur og annað slíkt sem þurfti til. Og síðan
eftir þessa vinnu og niðurstöður sem að voru nú bara að koma í lok síðasta árs, að þá erum við núna búin að bjóða út veginn frá Þórustöðum, sem sagt í Þorskafirði, út í gegnum Teigsskóginn og inn að Hallsteinsnesi og eða þar út í sjó á Djúpafirði. Þannig að eins og sést á kortinu þá það svolítið bláa línan hann að hægra megin og ljósgræna línan þá leggur inn í Djúpafjörð, en kaflinn sem eftir að bjóða út þá það þveranirnar tvær sem sést þarna líka. Ég kannski glemdi að minnast á að við náttúrulega í millitíðinni buðum út líka leiðina inn Djúpafjörð, Djúpadalsleið, og hún í sem sagt, það búið að ljúka Gufudalsveginum og síðan núna vinna í gangi við að þvera Þorskafjörðinn og að verða að vinna á fullu í Djúpadalsleiðinu líka. Þannig að fyrsta sem fólk sér og mun sjá náttúrulega að það kemst yfir Þorskafjörðinn og það styttir nú leiðina strax 10 kílómetra. Og síðan í framtíðin áður en þetta opnar að fullu þá geta menn keyrt sloppi við Hjallahálsinn og komist þarna inn Djúpafjörðinn. Já, það svona, það gæti komið til þess að það yrði bara svoleiðis, sem sagt að við myndum klára það þannig að það væri hægt að keyra þar Það að vísu aðeins lengra í sjálfu sér, en það var kannski eins og Guðmundur Valur minntist á að það stytting í kílómetrum, en það líka veruleg stytting í tíma að fara til dæmis, og þessi leið náttúrulega miklu auðveldari fyrir alla flutninga og ég held að svona andinn í þessu hefur verið sá að reyna að gera allt sem hægt að gera, Vegagerðin að reyna að gera allt sem hún getur til þess að koma sem mest á þessu notkun sem fyrst. Þannig og þess vegna var Gufudalsvegurinn tekinn og byggður upp raunverulega þannig að hann geti þjónað sem Vestfjarðavegur þau ár þangað til að við erum búin að þvera þarna yfir. En hvenær megum við þá eiga vona útboði á þverunum Gufufjarðar og Djúpafjarðar? Get ekki alveg sagt til það ekki alveg ljóst. Þetta náttúrulega mikla framkvæmdir í gangi og kosta talsverða peninga og það þarf svona náttúrulega að menn þurfa að haga seglum þannig að þetta stemmi við fjárstreymi sem við höfum á hverjum tíma. En við erum að fulla að undirbúa þverunina og eigum kannski ekkert mjög langt eftir í að klára það. Það búið að fara í jarðtæknirannsóknir þarna líka núna og skoða betur veglínuna og tryggja okkur fyrir því svona að þetta gangi upp. Og síðan ég held að við séum bara ansi langt komið með að gera það klárt. En hvenær getum við átt vonaði að geta bara keyrt þessi leið? Já, það náttúrulega sama sagan, það búið erfitt að segja til það, en það sem við höfum verið að stefna að við höfum náttúrulega verið að horfa á að ljúka þessu í lok árs 2024. Það gæti orðið 2025. Þetta svona spurning hvernig það leggst. Og það eru alls konar hlutir sem þarf að hafa í huga. Það eins og að það eru í botn á fjörðunum sigsvæði sem þarf að bíða eftir. Til dæmis Þorskafjörðurinn svona dæmi það að okkur gott dæmi að fjalla að við erum sem sagt að hönnunin sem sagt á brúnni þannig að það verði ekki mjög sterkir straumar í firðinum vegna vegamannvirkjanna. Þannig að það verði haldist í lagi botnlíf í firðinum þó að við séum búin að þvera. Og þar með erum við að byggja brú sem 260 metra löng þar og við sjáum mynd af þá framkvæmdinni. Já, og það akkurat við endum þarna úti eins og sjá þarna þessar mynd. Og þá erum við að enda þarna úti út af því að við viljum ekki þrengja meira af firðinum. Þetta þýðir til dæmis dálítið skemmtilegt að segja frá að akkurat þarna framundan endanum á vegfyllingunni sigsvæði.
og hérna það hefði verið svona mjög gott framkvæmdilega séð að hérna fylla lengra og ná þessu svæði því að það er alveg verulegur sigtími og biðtími eftir að klára þann hluta sko. En vegna þess að við erum að reyna að tryggja flæðið í firðinum og náttúrulíf að þá hérna þurfum við sem sagt að fara þetta langt út, klára brúna, hleypa vatni undir hana áður en að við getum farið að fylla lengra. Þannig að þetta er svona, og þessi fylling sem við fyllum geti verið kannski alltaf ár að bíða. En hvenær ætlar að klára Sigrún Þorskafjarðar? Já, 2024. 2024. Já, og ef að vel gengur í sigmálum, svona, svo ég orðið að þannig, ef þetta, það er svolítið skrítið sko, en ef við náum góðu sígi, þá hérna gæti það orðið fyrr. En allavega þá erum við með á dagskráni 2024. En við erum þá að tala um að ef þú nærði að klára allt saman 2025, þá erum við að tala um 22 ár frá því að þetta svona byrjaði, sem er verulega langur tími, óvenju langur kannski. Já, það má segja það, en það er margt merkilegt við þetta ferli og líka þessa umræðu náttúruna og svæðið, það hefur margt lært og komið upp á í þessu ferli. Já, ég held að þessi líka ágætt að það verið mikla breytingar gerðar í ferlinu á framkvæmdinni sem slíkri og sem er bara jákvætt held ég. Bæði lengdir brúa hafa einhver leyti aukist. Ef þetta hefur byggt 2000 þá verður það líklega heldur styttri, allavega einhverjar af þeim. Við erum minna inn í skóginum og það er alls konar þannig efnistakan er miklu meiri áhersla á sér frágang og hvar við tökum efni í námur og annað. Þannig að þessu ferli hefur verið tekið aukið tillit til umhverfisins. Já, ég myndi nú halda það. Já, það hefur vissulega verið gert og líka í framkvæmdinni sjálfur núna erum við að reyna að horfa til þess að svona ekki nýjar alveg leiðir en svona á þessari stærðargráðu og að endurheimt svarðalags og endurheimt gróðurs á svæðinu verið að leggja mikla áherslu á það. Það er líka einnig útlit vegarins hvernig hann kemur inn í landi og svona. Það er svona, við erum kannski að horfa öllu meira á, það eru náttúrulega dálítið stífa kröfur með þversnið sko í gegnum Teigsskóginn. En við erum sem sagt í samvinnu og ætlum að vera í samvinnu við þá aðila sem að því koma í raun sem er Umhverfisstofnun og Náttúrustofa Vestfjarða og svo verðum nú líklega með landslagsarkitekt með okkur í að móta aðeins líka landslagið þannig að vegurinn svona falli vel inn í landið. Við erum með mynd af Hjallahálsi held ég alveg örugglega sem sýnir nú að þetta er nú ansi fallegt svæði og vegurinn fallegur. Þessi sem við erum, er það Ódrjúgshálsinn. En þarna er náttúrulega mjög fallegt vegsvæði þó að vegurinn sé ekki skemmtilegur til þess að keyra En hann er ekki bara, hann er líka svolítið lóðréttur hana. Já. Nei, það sést ekki á þessum myndum. Það er ekki dýftina. Nei, það sé brattur. En verður nýji vegurinn fallegur? Verður skemmtilegt að keyra þarna? Já, ég vona það að hann verði fallegur og verði skemmtilegt að keyra þetta svæði. Ég held að það verði, já. En sko á þessu svæði öll þessi mikla vegagerð á sunnanverðum Vestfjörðum, sko hvaða þýðingu hefur þetta? Hverju breytir þetta? Þetta er náttúrulega bylting, sko. Það er ekkert öðru í svo sérstaklega þessi framkvæmd núna í Gufudalssveitinni. Já. Það er kannski breyting, sko. Já, bara allir þessi ferðartími sem hefur verið sem sagt stytting leiða og betri vegir að ferðalagið vestur eins og Ísafjörður eða Tálknafjörður náttúrulega en mennum finnst það að hafa gerst hægt 20 árin skilur en fyrir 1980
ég man ekki hvort það voru 12 tímar sem voru ferðartíminn úr Reykjavík vestur sko. En í dag eru við hvað með 5-6 tíma og svoleiðis. Ég meina þetta bara, já ég man ekki eins og hvað það var langt á Patreksfjörð. Þetta líka, síðan náttúrulega ótt eftir kannski komin á það, Dynjandisheiðin og tengingin við norðanverða Vestfirði, þannig að þetta með þessum framkvæmdum, öllum þessum framkvæmdum loknum og Dynjandisheiðinni, þá var þetta orðið bara rétt 400 km leið á Ísafjörð sko. Já, með náttúrulega Dýrafjarðargöngum líka, það má ekki gleyma þeim. Já, ég meina sem eru náttúrulega komin. Þannig að þetta hvað 50 km styttra heldur en að fara Djúpið. Og verður þá þessi leiðin á Ísafjörð en menn hætta að gera Steingrímsfjarðarheiði og Djúpið? Já, ég myndi nú ekki segja hætta en ég myndi segja að þetta væri sko alveg ekki náttúrulega spurning fyrir Suðurfjörðina og jafnvel Ísafjörð líka að þetta væri mjög góð leið. Við erum mjög styttri en hún fer fleiri fjallvegi. Það má segja að hún fer Klettsháls og fer Dynjandisheiði og hérna. Þannig að það eru fjallvegir á leiðinni sem geta stoppað en þá er náttúrulega leið Djúpið sem svo sem líka heiðar að fara. Það er tvær. Og það nú ofta hans erfiðar í Djúpinu eins og Steingrímsfjarðarheiðin. Þannig að, já, ég held að það sé og svo sér maður nú fyrir sér það ekki, það nú bara svona fabulering frá mér sko, þú veist að ég held að þetta verði náttúrulega hringvegur, ég held að þetta verði ferðamannasvæði mikið og þá eftir að ég alveg viss það eftir að breytast verulega mikið umferð í kringum það. Fyrir utan þessa flutninga sem maður þurfa náttúrulega að fara þarna Þessi vegir þá allir konur bundið slitlag, þannig að gjör breyting fyrir túrisma sko. Það er ekki spurning. Það var nú svolítið við vorum að horfa á myndina þar sem þú varst með framkvæmdasvæðið Við komum kannski inn á í byrjun að ég var nú svæðisstjóri á þessu svæði, eða stóran hluta þessu tíma og hugsunin var alltaf svo sem sagt að síðasti áfanginn yfir þverun Þorskafjarðar. Þannig að þetta voru allt snúist við og meira að segja að Gufudalssveitar framkvæmdin í raun og veru bara út af því hvernig málum hefur verið háttað að þetta er eiginlega nánast fyrst áfanginn á sjálfri leiðinni sko. Þverun Þorskafjarðar. Þannig svona snýst þetta nú stundum undan okkur. En hefur þetta ekki tekið allt og langan tíma? Já, það finnst nú örugglega mjög mörgum sko. Þetta er bara þrautsæja en þetta var náttúrulega mjög viðkvæmt mál umhverfislega séð og þessi Teigsskógslið þannig að það má svo segja að hún hafi kannski sett þetta í þennan farveg sko en Ég myndi nú kannski ekki setja þetta þannig fram að þetta væri allt tímið sko, þó það hafi verið umræðu þetta og þetta væri mjög mikilvægur partur og þetta náttúrulega losna við Ódrjúgshálsinn og Hjallaálsinn. Að það má ekki gleyma því að það náttúrulega búið að vera að vinna á öðrum hluta leiðarinnar sem að hefði þá komið seinna ef að þetta hefði verið fyrst sko. Þannig að þetta er nú kannski ekki rétt að setja kannski alveg þannig fram að þetta séu tafir alfarið á bundnu slitlagi vestur sko. Ég myndi segja að þetta væri einmitt ekki þannig að það er búið að vera að vinna allan tíman eiginlega að framkvæmdum á þessari leið og það má ekki gleymast þó að þetta hafi verið oft í sviðsljósinu. Það kom náttúrulega högt á þetta eftir 2015 eða svo. Það má eiginlega tala það kannski frekar svona frá tafir frá 2015. En væntanlega fara menn núna að vera óþreyju fullir að sjá fyrir endan á þessu og fá Dynjandisheiðina þannig að þetta verði stórkostlegur vegur langa leiðis. Já. Það er náttúrulega verið að vinna það fullu. Já, við erum náttúrulega að vinna á fullu á Dynjandisheiðinni og ætlum okkur alla stóra vegagerðin, alla þessi stóra hluti þar að reyna að klára það líka. En ég ætla enn og aftur að segja sko, að þetta er náttúrulega dýra framkvæmdir og það eru margir hituna. Ég veit að menn eru óþreyjufullir en þetta er að koma samt sko. Það er alveg ljóst. Og svo í framhaldinu náttúrulega
er náttúrulega á langtímaáætlun Bíldudalsvegur sem er líka verulega áhugavert að koma honum í lag. Og þá erum við nú ansi gott vel gert held ég í vegagerð þegar það hefst, en þetta hefst ekki 1, 2 og 3 sko. Ég held að sé... En kannski bara bæta við að þetta er kannski ekki endilega nefnilega þessu dýra framkvæmdir og allt það, en það eru líka náttúrulega skila miklum ávinningi og sem náttúrulega megin forsandi fyrir því að þetta eru arðsam, ef þú ert að, ég held að það hafi verið metið hvort það var 200 milljónir á ári sem að með samfélagslega ávinningur af þessari leið hér, með styttingu og betri vegum, að þá er kostnaður vegfarandari minni 200 milljónir á ári. Bara þessi Gufudalssveitar framkvæmdir og það safnast þegar saman kemur á árum en það er náttúrulega ekki spurningu að þetta er eitthvað verkefni sem er í gangi og er ætlunin að klára sko. Það er bara hversu hratt við náum að ljúka í. Ég held að það sé bara að geta enda á því að það sjáum við fyrir endan á þessu langa ferli og menn geti keyrt alla þessa leið á bundnu slittlagi. Og ég þakka ykkur bara fyrir komuna og við þökkum fyrir okkur að þessu sinni í vegvarpinu. Í næsta þætti eftir hálfan mánuð þá ætlum við að fjalla um hjólastíga. Verið sæl.